í podcastið og situr hjá mér hann Freyr Ólason og bara svo hvernig á ég að kynna mann eins og þig? Þú ert ráðgjafi í breytinga innleiðingum, hvernig á ég að kynna þig? Já, þetta alveg frábær spurning. Og það náttúrulega í ráðgjafar heiminum að vera tilbúin með one-linerin hinn alveg frábæran og eftir ég spurði þá verði ég fyrst smá vandræðilegur og segist svo gera ýmislegt. En það tengist, þetta stjórnendar ráðgjöf yfirleitt sem að tengist einhvers konar umbreytingum. Það yfirleitt alltaf þannig. Það alltaf þessi. Þú ert fenginn inn til þess að koma með kannski nýju augu á aðstæður. Já, það nú málið. Menn vilja fá einhvern utan frá til þess að koma inn og ýmislegt verður upp úr því samtali. Það það sem ég þykir svo skemmtilegt náttúrulega. Maður kemur inn og það ekki einu sinni stund og stjórnandinn hefur kannski einhverja hugmynd hvað hann vill fara í, en samt í samtalinu þá greinum við það jafnvel saman að það eitthvað aðeins annað heldur en hann ætlaði. Já. Þannig að ég kem yfirleitt ekki inn, ég ekki að selja eina vöru. Ég kem ekki inn með töfralausnina, það ekki sama töfralaust fyrir alla. Nei. Þú ert kannski að fara inn í gjörólík fyrirtæki. Já, mjög. Eins og þú sagði mér í dag, þú varst hjá Glerborg og svo hjá Högum og svo hjá Umhverfisráðuneytinu. Þetta náttúrulega alveg svona kannski ólíka þarfir og einhverjum stofnunum, stofnanir og fyrirtæki, mjög ólíkt, en auðvitað bakgrunnur minn í upplýsingatækni að oftar en ekki gríp ég nú eitthvað í hann í þessum umbreytingum og að hjálpa við umbreytingu á upplýsingatækninni og hún snertir bara orðið allt og alla. Alveg sama hvar mann má segja, sko. Þannig að þetta þá svona, ykkur svona innri mál innan fyrirtæki eða þetta eitthvað sem verið að breyta út á við eða svona hvernig svona sér þú, það bara ýmist? Já, það margvíslegt auðvitað og í rauninni kemur oft hreinlega bara að stefnu og áherslum sem að fyrirtækin og stofnanirnar að vinna að og vinna eftir. Ég vil að hjálpa stjórnendunum að finna í stefnumótun og átta sig hvert verið að fara, en sem ég segi varðandi upplýsingatæknina þá hún svo kvik og hún snertir orðið svo mörg svið fyrirtækja og stofnana og fleiri og tækifærin svo mikil þar. Þannig að þá oftar en ekki maður að hjálpa mönnum að átta sig á tækifærunum og setja upp verkefni eða setja upp umbreytingar, skipuleggja teymið eða fyrirtækið upp og nýtt og Þú náttúrulega kemur væntanlega alltaf með líka þessa reynslu sem þú kemur með úr einu fyrirtæki, þú ert náttúrulega alltaf að byggja upp reynslu. Já, það alveg rétt. Kannski frá hverju einasta stað. Það má segja og þau í raun og jafnvel það nýtist jafnvel ef ég hjá 2-3 fyrirtækjum eða stofnunum samtímis þá svo að það sé ekki að fara upplýsingar á milli, það snýst ekki það. Maður að samnýta ákveðna hluti. Þetta keimlík svona fundamentals undirstöðu atriði sem maður að vinna með sem maður nýtast á milli. Og hvað sem það rétt svona sem að maður svona heyrir utanfrá sér, að í einhverjum tilfellum að forstjórar kannski nýti sér svolítið það að þeir vita að eitthvað svona viðkvæmt sem þarf að taka á við og það rétt að þeir þá kannski kalli bara til ráðgjafa til þess að taka erfiðu málin eða það? Ég get nú ekki alveg kannski með því að þar sem að eins og ég get ekki talað aðra en sjálfa mig, að tala fyrir aðra en sjálfa mig, þegar ég fenginn inn að þá ég kannski, oftar en ekki, hvort sem að forstjóri eða framkvæmdastjóri, að þá maður ofta að hjálpa bara viðkomandi að tala sig í gegnum og við erum að finna lausnir á ákveðnum hlutum. Þannig að það þú færð ekki utanakomandi ráðgjafa til þess að þú hendur ekkert í hann einhverju og hendir hann inn á sprengjusvæði. Þetta eru sterkir
stjórnendur og þeir þurfa áfram að vera leiðtogar en þeir eru stundum, það er stundum kalt á topnum. Það er kalt á toppnum Já. og kannski ofta erfitt að, þú veist, að því að þeir auðvitað sita áfram með allar ákvarðanir sem að eru teknar og kannski erfitt einmitt að sita eftir með kannski eitthvað fólk í, þú veist, það er alltaf erfitt þegar fólk er í einhverjum sárum. Já, og það sem ég á við líka er að sko sumt er bara þess eðlis að framkvæmdastjórinn að hann hefur ekkert alltaf einhvað marga til þess að ræða við þessi mál Já. Þannig að þar kem ég stundum inn að sko að mann geta spjallað opið við mig sem að hef verið stjórnandi og hef verið í þessum aðstæðum og þá er gott að geta spjallað þessa hluti og komist saman að einhverju góðri niðurstöðu og jafnvel, jú, stundum fengið mig ráðgjafan til þess að greina eitthvað og koma með einhverja skýrslu og taka ákvörðin út frá því en að fá svona stuðning tímabundi stuðning það er það sem að getur töfratnir koma inn með svona mönnum eins og þér svona sem að koma kannski með eitthvað svona það er líka oft þetta samtali það ekki, er það ekki klárlega, algjörlega og maður reynir, það er þannig að saman finnum við réttu lausnina. Ég held nefnilega eins og þú segir sko, það er líka forstjórinn kannski, ef við erum að tala um forstjóra sem dæmi, þú veist, hann kannski hefur ekki færi á að fara neðar í skipuritið ef að eru, þú veist, ákvarðanir sem snerta það fólk. Akkurat, það er bara þannig. En hvað hvernig gengur, veist, síðan kemur inn í fyrirtæki, veist, og þið eru búin að komast að einhverju niðurstöðu svona hvaða leiðir ætla að fara og svona. Já. Veist, hefur aldrei lent í því að fólk hreinlega hafi bara þá unnið á móti þeim breytingum sem að eru verið að hugsa eða hvernig er það? Já, svo sem ekki sérstaklega mikið. Nei, sem betur fyrir ekki. Ég hef nú ekki lent í því en ég hef verið afskaplega langsamur, ég hef með það yfirleitt ef ég er að vinna í frekar langtíma verkefnum. Það er ekki bara þannig að sé komið inn til þess að greina og tekin ákvörðun og svo kveð ég. Heldur hef ég fengið að hjálpa stjórnendum við innleiðingu á breytingum. Og það kannski hjálpar til við að þetta fari alla leið. Og hvert er svona trikkið í að fá fólk með sér þá? Af því að ef þú ert einmitt með svona í langtíma verkefni að innleiða breytingar, hvað myndur þú segja væri svona aðal trikkið í að svona fá fólk með sér í að upp á þetta gangi allt vel, af því að breytingar oft, það er svo mikið af breytingu sem að klúðrast. Já, og það er kannski bara það sama og ég sagði áðan með æðstu stjórnendur, það snýst samtal. Já. Þannig að það er eins og annað, menn þurfa að hafa tækifæri til þess að leggja eitthvað til málana sjálfur og helst þá að teymið finni að þetta er sameiginlega besta niðurstaða, sameiginlega besta áttin sem við erum að fara, það er þetta best. Já. Og þá kemur viljinn til þess að vera saman í þessari vegferð. Eru þið þá að yfirleitt að mynda teymi í kringum svona breytingar? Það er bara alls konar þetta fyrir þetta, bara eftir hvaða stærða fyrirtækjum eða stofnunum það er og hvers konar breytingar við maður ræða. Já, og stundum er það, ef það er í stærri fyrirtækjum, þá er ég vel einhver verkefnastjóri sem að maður fær með sér og er að styðja við breytinguna innanfrá. Já. Þannig að þetta er bara misjætt hversu mikið sem ég segi, ég er hands on eða hvort að ég bara kíki við og sé að breytingar sé að ganga. Að leiðbeina kannski verkefnastjórum þetta er að næsta dagskrá hjá þér, þið voru búin að gera þetta flott, bara í raun kannski handleiða fólki gegnum það að réttu ferlarnir séu innleitir. Já, akkurat. Þannig að það er stundum þannig þegar krafturinn er og þegar mannaflin er til staðar. Já, en það er eflaust náttúrulega misjæft eftir stærð. Já, klárlega. Og hefur þá líka kannski komið til að hafa fleiri utan að komið inn í svona verkefni eða hefur mest verið svona að koma einn inn og taka að þér svona bara aðstoð? Já, ég reyndar hef verið í alls konar verkefni, það hefur komið fyrir að ég fengi aðra með mér allavega í einhver bara ég nýbúin hefur verið að vinna yfir virkilega flottri stofnun sem heitir Lyfjastofnun og
þá þurfti ég að fá eitthvað sérfræðing með mér í það verkefni sem hérna, í sérhæfða öryggisgreiningu eða eitthvað svoleiðis. Já, ég væntanlega mjög miklu gæðaferlar þar í gangi Já. og svoleiðis gerir ég ráð fyrir. Já. Áhugavert. Þessar. Hefur einhvern tímann lendið í eitthvað hafi algjörlega floppað í svona verkefni? Ég var ekki búin að... Þetta svo erfiða spurninga, ég fyrir bara beint í þetta. Já, nei, ég bara já og nei, ég get ekki sagt það, sko. En auðvitað fara hlutir yfirleitt alltaf aðeins öðru sér heldur maður ætlar. Það nú bara þannig. Og já, og sko í báðar áttir, sko. Ég hef alveg tekið þátt í, mér finnst mjög skemmtilegt, tekið þátt í svona stefnumótunar vinnu, þar sem að við fórum með stjórnendum í gegnum ákveðna æfingu og við settum markmiðið hvar við ætluðum að vera komin eftir 3 ár og svo bara fóru hlutirnir að snúast og eftir 3 mánuði voru komin á þann stað sem við ætluðum okkur. Og þá bara einhvern veginn datt gjörsamlega allt með okkur, eða menn fóru að átta sig á því að þetta þurfti að gerast hraðar og það bara gerðist hraðar. Þannig að það er skemmtilegt. Þannig að það fór öðruvís en það átt að fara. Já, það fór einst að átt að fara. Þannig að það getur... Það er alltaf ótrúlega skemmtilegt að sjá örugglega svoleiðis verkefni bara gessanlega þar sem allt gengur. Já, það er virkilega gaman. Og svo aðfer eitthvað annað, auðvitað gengur miklu hægar og miklu erfiðar og maður að trúir því allir með á því að þurfa að gera einhverja breytingar en mjög oft þá er bara kannski það sem að hægir oftast á kannski bara það svo mikið að gera í svona þessu daglega þar sem ég oftar en ekki að koma að reyna að toga fólk út úr jafnvel núinu og fá það til þess að skoða drauma og stefnur og hvert skal stefna og sem svona ekkert þetta dagstaglega. Já, jafnvel erfitt kannski bara fyrir fólk að gefa sér tími. Já, það bara þannig kyrrsla á fyrirtækjunu eða stofnuninni að það ekki endilega rýmt fyrir þetta af því að það ekki nóg af því að eins og ég var að segja að utanaðkomandi ráðgjafi bara komi ef þú ætlar að fara að gera breytingar. Þú verður sem stjórnandi eða fyrirtæki að taka frá orkuna eða tíman í breytingarnar. Einmitt. Ráðgjafinn breytir ekki, hann hjálpar þér við að breyta. Já, nákvæmlega. Það er nefnilega málið, sko. Já. Við vorum í byrjun þáttarins, þá byrjaði Dags að taka upp við vorum bara svona að ræða eins svona hvernig húbla hefur farið af stað hjá okkur og við vorum með stoppfundin 8. september og var ótrúlega gaman þar sem við vorum svona í raun að hittast í fyrsta skipti okkar hópur og þetta er auðvitað vonandi samfélag sem á bara eftir að eflast og við efla hvort annað og bara svo að fólk líka skilji hvað við vorum að tala hann í byrjun því ég veit ekki hversu mikið við vorum að taka upp hann frá byrjun en þetta er ótrúlega gaman að fá svona breiða þekkingu inn veist, bara eins og þú ert að fara svona bjóða upp á fyrirlestra í gegnum okkar samstarf og hvert vitum við hvert síðan hlutinni leiðast veist, það er ómögulegt að segja en mér langar svolítið, veist, að því að við byrjum svolítið á svona, kannski svona erfiðum spurningum, veist, mér langar svolítið bara að heyra svona bara þinn bakgrunn, veist, hvaðan kemur og hvernig... Ég kem náttúrulega úr sveitinni. Já, sveitastrákur. Já, segja hvað maður kemur, það spurði það því, þá kem ég úr sveitinni, alveg upp í sveit. Þú hefur farið í stafræna uppfæslu? Já, fjall fyrir tölvunum, þær komið. Þannig ég kem úr sveit, ég kem úr íþróttabakgrunn, það er svona að þú segir hvað ég kem, en leiðist út í tækni og nýsköpun, getum við sagt. Já. Þannig ég ólst upp á Kúabúi og var þar, ólst upp bara við mikla og skemmtilega vinnu og fer á Laugarvatn í menntaskóla og síðan íþróttakennaraskóla, þannig ég er íþróttakennari. Já, frábært. Kendi í 2 ár og fór síðan í tölvunarfræði og er búin að vera í tölvunarfræði var frá 2000 til 2015 getum við sagt í svona bara að þróa mig í bransanum í alls konar stjórnunarstörfum í alþjóðlegum hugbúnaðarfyrirtækjum meðal annars og
Svo ég búin að vera þá sjálfstætt starfandi síðan svona haustið 2015. Já, Tók haustið í að undirbúa mig og í rauninni byrjaði í fyrsta verkefni bara í byrjun janúar 2016. og bara verið alveg stanslaus síðan þá Já, sjálfstætt starfandi. Já. Og hvernig finnst þér þetta? Veist, hvernig var svona þessi yfirfærsla frá því að vera svona launamaður yfir í að, og stjórnandi Já. yfir í að fara svona í þennan sjálfstæðarekstur? Já, það var bara voðalega skemmtilegt. Þetta þökks ég því meðal annars. Ég var hérna með hjá frábæru fyrirtæki sem að heitir Handpoint og hérna yfirgaf þá í mjög góðu og fekk þarna haustið í, getum við sagt, sem smá flugbraut til þess að undirbúa mig og hérna yfirfærslan er bara afskaplega ánægjuleg. Þetta sér það, ég ennþá í þessu af því ég vil vera í þessu, vera sjálfstæður og Er það frelsið? það frelsið, klárlega með öllum þess kostum og göllum. Já. Þannig ég ræð mér sjálfur og stundum sem er það ekki, stundum er það þýðir að maður hefur ekki einu sinni bremsu, maður vinnur mögulega stundum of mikið og allt það en Hefur verið alveg nóg að gera allan þennan tíma? Já, það hefur verið það. Ég hef verið mjög lánsamur með það. Það hefur verið sannarlega, sem ég segi, með kostum þessu göllum, verandi að keyra frekar mikið sóló og þá er það stundum aðeins of mikið og stundum minna þannig að í gegnum þessi ár. Já. En bara mjög sáttur við þessa breytingu, já. Já, gaman að heyra. Og þú hefur verið líka öflugur innan íþróttarhefingarinnar og... Já, ég hef starfað þar og í rauninni það ágæti skóli líka og þetta kemur inn í þetta maður safnar saman í bókið, þannig að ég var stýriði og var að byggja upp eina frjálsíþróttadeild og síðan tók ég við 2016 mitt nýorðin sjálfstætt starfandi tók ég þessum formaði frjálsíþróttasambandsins. Okay. Þannig að ég starfaði heilmikið í félagsmálum þar og var eitthvað að þjálfa hérna svolítið. Já. Hvaða íþróttagrein hefur þú svona aðalega verið að? Ég var svolítið í stangastökki sjálfur og þjálfa stangastökkvar og alls konar stökkreinum og kefti í tökþraut, þannig að ég þekki svo sem allar greinar frjálsíþrótta eða flestar. Já. Svolítið. Frábært. Þannig. Og hvernig finnst þér þetta uppeldi úr sveitinni hafa, að því ég veit, þetta mikil vinna og örglega, sumarið þetta mikil annað tími yfirleitt hjá bændum og það heyskapur og allt þetta. Hvernig... Og þetta landbúnaðurinn hefur náttúrulega breyst svo mikið hér á landi eins og annar staðar en bara það sem maður ólst upp við, þá var þörf á höndum. Það náttúrulega breyst, þar eins og allstaðar annar staðar. Alveg, það hefur breyst. Kemur tölvutæknin og vélvæðingin og stærri tæki inn, þannig að þetta gerbreytt í dag. En maður ólst upp við að geta lagt heilmikið af mörgum og þurfti að gera það. Já. Er fjölskyldaðin ennþá í búrekstri? Já, mamma ennþá bóndi og pabbi dó ungur og við seldum það bú og hún tók saman við annan bónda. Flutti sem þetta úr Landeyjum og upp á Skeið og býr þar á Reykjum á Skeiðum í dag. Já, ok. Þannig að þetta er ekki alveg úr myndinni, þessi svona bakgrunnur, þú hefur væntanlega enn í sveit að fara ef þið langar það. Já, ég fylgist ennþá með hvernig landbúnaður virkar og þar sem ég segi, þar komið róbót og þar tölvurnar nýttar eins og annar staðar þó að það þurfum við ennþá að hafa sama auga fyrir búskap og hvernig skepnunar hafa það. Já, einmitt. Algjörlega. En hvað er það svona sem að í svona þínu starfi sem að þið finnst bara langskemmtilegast að gera? Mér þykir alveg óskaplega gaman að pæla í stefnu og skipulagi með stjórnendum. Helst á töflu með svona töflufundir, krefjandi töflufundir með það sem allt fær að flakka. Það þykir mér alveg ógulega skemmtilegt. Og svona hugmynd að vinna. Já, það bara mjög skemmtilegt. En það bara margt mjög skemmtilegt. Ég gaman af því að bara alls konar endurskipulagning og breytingar. Það bara þannig. Já.
vinna með skemmtilegu fólki, það nú bara þarna í þessu eins og Já, það svolítið lykilatriði. lykilatriði. Og þetta svona að fólk sé allt svolítið í sömu, hvað segir mér, á sama bát að fara í sömu átt. Já. Það náttúrulega frábært þegar það þannig. Já, það alveg klart. En mér langar að ég með svona smá út fyrir kassanspurningar. Já, láttu það. Ég ætla að bjóða að draga tvær. Já, það tekið það. Og hvað, sitt hvori liturinn? Það eins og þú vilt, sko. Já, ok. Og þú mátt bara lesa þær upp sjálfur. Æja. Heyrðu, hvaða mistök gerir þú endurtekið? Og þessu get ég alveg, ég gaman að ég svara þessu. Mjög gaman, já. Vegna þess að ég er mikill ferlamaður, eins og það heyrir, sko. Ég að endurskipuleggja ferla og ég mjög gjarnan að vinna með sjálfan mig. Já. Og það kannski þetta sem ég ofta að tala í fyrirlestrum. Svona hvernig maður getur bætt sína rútínur og venjur. Og ég endalaust að fylgjast með bara, með daglegar eða vikulegar eða mánaðlegar einhver svona áminningar og rútínur sem ég alltaf að reyna að bæta. Og ég hef svolítið gaman að því að suma rútínur ég með dag eftir dag, viku eftir viku, mánuð eftir mánuð og tekst ekki að gera það. Klikka bara alltaf. Og hvernig rútínur? Það þó sérstaklega sem sagt, kvöldrútínan. Og það af því að, sko, og ég veit alveg af hverju það og það bara þegar að það bara ákveðin takmörk fyrir afkasta getu okkar heilans og þegar að farið að minnka á batteríinu á kvöldin og þá bara sóna ég, hleyp ég bara yfir. Og hvað það sem þú vilt gera á kvöldin? Ég vil sem sagt gera betur daginn, skipuleggja forgangsatriði morgundagsins og eitthvað svona, sko. Já. Svona lykilatriði sem aðeins þá greinilega og bara heilalega erfitt fyrir mann þegar liðið svona fram á daginn. Þetta mjög áhugavert af því að ég með eina rútínu á kvöldin, skilur, það bara, ég vanum á það í mörg ára að fara í svona þakklæti. Já. Ég búin að gera þetta alltaf og mér finnst þetta að gera mig á eitthvað nátt svona eitthvað hamingjusamari og eitthvað svona aðeins bara minna mig á bara hvað það góða sem að maður hefur. En það náttúrulega svo fullt af svo mörgu öðru sem að maður vætti gera, skilur, og ég vildi ég færi til dæmis aðeins fyrir að sofa stundum. Já. Þannig ég geti náttúrulega haldið langan fyrirlesti bara mistökin sem að ég geri, en ég tek bara þetta sem ofurlítið dæmi, það ekki? Mér finnst þetta skemmtilegt, en bara, nei, það mátt alveg endilega að segja okkur fleiri, sko, því að ég hef gaman að þessu og ég veit að við erum nefnilega svo mannleg öll. Já. Og það ég veit að hlustandinn sem hann heima að hlusta á okkur, hann líka, eða hún að spá í, ok, hvernig get ég gert daginn minn betri, hvað það sem að, Akkurat. Og það fyrirlestrar efni, en allavega þá. En hvað það svona þá, úr því að við erum bara gaman að tala eins út frá þessu, hvað það þá sem að þú bara, hver þín rútína, sem að virkar? Já, þannig ég bara miklu tilbúnari að mótni, að sjálfsögðu, sko. Já. Þannig að þar hefur mér tekist að fara í gegnum sömu morgun rútínan og ég get alltaf bætt við hana. Smám saman og það gengur miklu betur heldur en kvöldrútínuna. Ertu að maður? Já, það það orðin það allavega saman hvernig maður var. Það ég orðin algjör að maður. Þannig aðmótnana get ég. Hver svona, maður spyrja hver morgunrútína? Ég langar að heyra morgunrútínuna. Okay. Ég hef gaman að þessu. Já, sko, hefst þá lesturinn. Ég vakna og nú orður reynda bara, þetta bara aldurinn, sko. Þarf ekki lengur vekjaraklukku, ekki hvort það kostur eða galli, og ég fer fram úr og fer nú bara fyrst á klósitið og busta mínar tennur og fæ mér halvan lítra vatni af stofuheitu vatni sem ég búin að finna þá sólarhring áður. Búin að setja á borði bara deginum á undan. Það vist mjög holdt að gera þetta. Já, fæ mér C-vitamin með 1000 milligram.
klæði mig og fæði mér eftir þetta munnskól Já. og svo Ég fær sé að þú ert fálfið mjög dýpra. rútineraður, þetta Mjög geggja, sko. rútíneraður. Og fer og er búin að klæða mig og tek æfingu Já, sem þarf ekki að vera merkileg en er aldrei styttri heldur en 5 mínútur. þetta þá bara æfingar sem þú ert að gera heima eða Ýmist. ferðu út Ýmist bara. Þannig að ég ætli að sé ekki búin að gera þetta þá kannski 2-3 ár þessa rútínu, Frábært. nákvæmlega svona alla daga. En frábært samt, þú segir aldrei styttir en 5 mínútur. Já. Þú sagðir, ég ætla að taka þetta með mér heim. Já. Af því að ég get alveg gert eitthvað í 5 mínútur. Já, ég held að Þú það veist. sé algjör lykill. Ef þú ætlar í hálftíman, ef þú ætlar í klukkutíman, ekki reyna að fara það strax. Nei, Farðu í 5 mínúturnar af því að, og að það sé bara, með þessu, þá brýti ég þetta aldrei og mér langar aldrei að brjóta þetta og það er nóg bara að fara út í skónum og labba eitt hring eða ef maður vill eitthvað merkilegra þá bara fer maður í það, hjóla eða hlaupa eða lifta eða hvað það er sko. já. En allavega þannig vil ég gera þetta og ég verandi sjálfstætt starfandi aftur kemur maður með kostur og gallina ég vil byrja allavega þessa dagana byrja að vinna 7 og ég hef það fyrir reglu að þá er ég að vinna í einhverju fókuseruð sem að krefst einbeitingar og ég bestur í að skrifa eða einbeita mér fyrsta morgni og hef þá vinnureglu að ég kíki til dæmis aldrei á fréttir eða samfélagsmiðla fyrir en eftir klukkan 12 og reyni og og það er aldrei fyrsta verk hjá mér að svara tölvupóstum. Nei. Þannig og það er þetta sem ég kom inn á áðan með forgangsatriðin sem ég vil byrja á. Þannig ég vil helst vita hvaða 1 eða 2 svona lykilatriði ég vil vinna í. Já, hvað þú vilt byrja að gera á morgni. Já. Hvaða verkefni þú ætlar að fókusera á fyrir hátti. Þannig að bara til dæmis í morgun þá vissi ég að það var skýrsla sem ég vildi koma frá mér áður en ég fór á námskeiði klukkan 9 og þá ger ég ekkert annað heldur en það. Já. Og bara sest ég, vinn í henni og sendi frá mér áður en ég fer út. En þetta er frábært náttúrulega að geta komið sér upp svona reglu og ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt fyrir fólk sem vinnur sjálfstætt. Að hafa ákveðin fókus á bara hvenær vinn ég best, hvenær þarf ég að setja tíma minn algjörlega í, af því að það er auðvelt að missa sjónar af tímanum. Já, ég held nú því fram að það sé bara algjört lykilatriði sem varst að nefna. Það er að segja að læra á sjálfan sig. Ég er svona, ég funkar svona, ég hef unnið í teknikerunum með mönnum sem er að byrja að kvikna á klukkan 4 á daginn. Sem að bara, en það bara er þannig að við erum bara eðlislega misjöfn, við erum að á að býja, það er búið að sína fram á það og sumir ná sínu sóni betur settipartin jafnvel á kvöldin og sumir jafnvel inn í nóttina og það þarf bara að virða það. Þetta er nefnilega og kannski mitt núna með þessum aukna sveigjanleika inn á vinnustöðum, þá er kannski jafnvel þetta betra nálgast þetta, þennan mun á fólki heldur en var þegar allir þurftu. En auðvitað, þetta samanskapi þá getur líka verið erfitt að ná fólki saman ef fólk er rosalega á skjön. Já, það er það sko. Það sem er hins vegar að mínu allavega áliti, það er ófrávíkjanlegt eða illfrávíkjanlegt. Það er í rauninni einhvers konar lotubinding, eins og ég var að tala þarna að vera í sóninum snemma að morgni eða eitthvað svoleiðis. Að vera að stökkva á milli verkefna er eitur sama hvort þú ert sjálfstætt starfandi eða inn í hópi. Og það er það sem að kannski mér finnst oft bara að vera einn mesti kostur þess að vera með eins og ég geri útæðlega af heimaskrifstofu að sko það þegar ég þarf að vinna í fókuseraðri vinnu þá er það ekkert vandamál. Ég upplifi það stundum þegar ég er að koma inn í félög sem eru með sérstaklega með alopin vinnurými. Að þetta er yfirleitt einn stærsta áskorun að stjórnendur og aðrir eru bara að upplifa að þeir koma ekki hlutum í verk. Þeir koma ekki hlutum áfram. En það er samt sem áður það er samt alveg hægt
gott að fara í svona lotur, fara í sónin. Þetta oftar en ekki innra með fólkinu, kannski frekar að einhverjar venjur sem að kemur sér upp, að í rauninni eins og ég segi að venja sig á það að vinna þegar þú veist að þú ert best stemd, taka þá einhverja lotur þar sem þú ert ekki með neinar tilkynningar, hvorki í síman, í tölvu og þú ert bara að vinna í þínu. Annað, ég kannski bæti því við, ég hef mikið dálóti á því að vinna bara hreinlega eftir klukkunni í lotum, þannig að ég er bara eins og skólastrákur þegar ég er að vinna, þannig að ég vinn núna í 40 mínútur og er svo með 6 mínútna pásu. Já. Og 6 mínútna pásan verður að vera þannig að ég stend upp og hreyfi mig. Ég held að sé rosalega góð regla. Stillur þið á síman? Já, þannig að þá bara, og ég er allra bestur, ég tek hreyfingu, bara einhverja alvöru intensíva hreyfingu í nokkra mínútur, byrja aftur. Bara ná aðeins blóðflæðin í gang í vöðvana, ég mitt hérna. Og svo er það bara misjafnt síðan aftur, fyrir mér, ég funkar svona, ég er svona vél. Já. En svo eru aðrir sem að funkara kannski best þannig að þeir þurfa íhugun. Þurfa að róa sér niður, þurfa að anda og þess áttar, meðan aðrir þurfa lætin. En ég held samt sem áður að hléð gerir öllum gott, hvað svo sem þeir gerir í þessu smá hléði, sko. Akkurat. Og þriðja og sem að ég get kannski ekki alveg notið, en það er að svo eftir sumi næra svo að félagsskapnum að geta þegar þeir standa upp að þá sé, hérna, spjall. Spjallið við kaffivélina og þetta. Getur verið bara virkilega gefið búst. Já. Og það eru þetta líka oft einhverja hugmyndir sem komið þar. Klárlega. Já. Klárlega, þannig að þetta var stutt innleggum þetta er æðislega gaman að heyra þetta því að ég sé þú ert rosa svona, þú ert greinilega mjög svona með góðan strúktur á deginum og ég held að það sé alveg til fyrirmyndar fyrir fólk sem að sérstaklega sem að er kannski svona sjálfstæðstarfandi. Ég er svona þegar ég horfa það því ég held að sko að við erum mörg sem svona kannski bara vön að geta kannski gert hluti, farið í hádeginu og hitta eitthvað fólk í mat og ef þú gerir það á hverjum degi þú ert alltaf að hitta eitthvað fólk í mat það er hægt við að þarna séu bara 2 tíma farnir í og ég ætla nú reyndar að skora þetta hólm vegna þess að ef að fólkið sem að þú hittir í mati ef þú ert til dæmis að koma þér að staði sem sjálfstætt starfandi þá er mögulegt að besta sem þú gerir að hitta einhvern í hverju einasta hátgildegi sitt hvern aðilan, mögulegan viðskiptavinn. Já. Það er náttúrulega að vera viðskiptavinni þá er það náttúrulega ídeal sko. En ef það er kannski bara vinur eða það er svona klárlega, en ég held í nú framjá að þetta er að allir samankvartur eru sjálfstæði starfandi eða ekki þurfa á lotubindinguna að halda langið á til þess að afkasta vel. Það er líka áhört þetta með samfélagsmiðlana og bara við vitum hverslags tíma þjóður það er. Þú getur bara og ég bara veit á sjálf ég á það til að vakna skilu kíkja inn á eitthvað og þetta er bara maður er bara, bara eitthvað að skoða þetta er rosalega mikil svona tími sem fer á ótrúlega stuttum svona og heilin er í ansi marga mínútur á eftir jável, með eitthvað í bakhöðun eins og við kallum það, er jável ennþá að staðan fyrir eins og þú fer bara beint í þessa flottu vinnu sem að þú gerir. En hver var seinni spurningin hann að ég er? Já, heyrðu. Nú er ég spennt. Já, hvað myndið þú taka með þér á Eyðieyju? Ég það nú er... Kottu nú með það. Það hlýtur að vera eitthvað... Eiginkonuna, bara. Já, nú gott að hafa hana með. Já. Ég vil aðra spurningu. Þetta er ekkert... En þú var greinlega góða konu. Já, mjög góða konu. Alveg hreint, yfirbyrðar. Þú má bara kippa ykkur í. Langar ekkert á Eyðieyju, sko. Nei. Þú ert svona félagsmaður. Já, fyrir hvað myndir þú helst vilja vera frægur? Já, kanntu nú með það. Já. Þú ert núna í podcasti, sko. Já. Þannig, hér þú færð svona nokkra mínútna fræði hérna, sko. Frægur fyrir að vera frábær viðmælandi í podcasti, til dæmis, algjör draumur. Þú ert alveg frábær viðmælandi, það er bara þannig. Nei, ég sko, þetta er alveg risa stór spurning, sko. Ég vil náttúrulega ekki vera frægur á endemum.
til dæmis. Nei. Það væri ekki gott að vera Frægur, svona- klúrari heimsins. Nei. Það er ekki gott. Ég myndi, sko, ég auðvitað nærist svolítið, það er kannski ekki tilvíðin, ég er í þessari ráðgjöf vegna þess að ég er að reyna að hjálpa. Já. Ég er að reyna að hjálpa fólki að ná betri árangri. Já. Þannig ég væri voðalega sáttur við það að vera frægur fyrir að hjálpa öðrum að ná alveg gríðarlega góðum árangri. Já. Og þar sem að ég stíg inn, sem að er að hjálpa stjórnendum eða öðrum að umbreyta, það er bara... Það væri svona þekkt nafn og að fólk vissi bara ef það ætla að ná ykkur árangri sem stjórnandi hafa best að tala við hann Frey, sko. Ég verður að tala við hann Frey. Já. Fólk, þið verðið að tala við hann Frey. Já, þetta er svona, svo kemur feimnin þarna inn í, já, ég þarf ekki að, snýst ekki að vera frægur fyrir það, sko, nei, það er ekki það, ég þarf þess ekki endilega, en ég bara, ef ekki að segja, það er frekar, ganga bara vel. Ég vil bara ganga, hvað getum við sagt, ég stundum í fyrirlesturum er ég að minna fólk á þetta sem að býður okkar allra, það er dauðinn. Já. Þannig að þetta snýst frekar það fyrir mér, sko, þegar að þetta er gert upp, hvað hefur þið gert? Mm-hmm. Hvað liggur eftir þig, hvað Já. hefur þið náð að gera? Það er það sem að ég er að svara hér frekar en ég þarf ekki að vera frægur. Þú vilt ekki verða frægur. Ekki endilega að vera frægur fyrir það, sko. Þá hefði maður sennilega fetað einhverja aðra braut, sko. Má segja, sko, en það er svona... Það er nefnilega svolítið áhugavert hérna, því að nú við erum hérna í stúdíó Kling heima hjá henni Siggu Kling. Já. Og það er svo margt svona skemmtilegt sem hún Sigga hefur sagt. Já. Hún á svona margar svona skemmtilegar pælingar og svona ráð og ég man hún sagði eitthvað tíma við mig, Harpa, þú ert ekki nógu montin. Og ég sagði bara, hvað meinar? Þetta er ekki í mér að vera montin. Ég sagði, það er fáránlegt. Mér langar ekkert að vera montin. Hún sagði, já, þú átt að vera svolítið montin. og ég sagði bara, ég er ekki alveg þannig upp, það er bara talið bara asnalegt í minni fjölskyldu að vera eitthvað montin og það er bara eitthvað svona hrókafullt einhvern veginn og eitthvað. Og hún sagði bara, nei, þú verður aldrei hrókafull. Og ég sagði, já. Hún sagði, já, það er nefnilega munur að vera hrókafullur og montin. Og það er kannski alveg eitthvað til í því líka, sko, að maður má alveg kannski vera, maður má alveg hugsa að það er allt í lagi að ganga vel og það er allt í lagi að vera ánægð með það sem gengur vel og stoltur af því og ánægð með börnin sín og stoltur af börnunum sínum og ánægð með konuna sína sem þú vilt fara með á eyðieyju og allt þetta, skilur, þetta er svolítið munur hann á einmitt ykkur svona hróka sem maður vill ekki fara í og það er einmitt eins og þú segir, þú vilt ekki fara í fræðin að vera eitthvað svona hrókafullur yfir því að þú vilt bara vera ánægð með það sem liggur eftir því? Já, það er fyrst og fremst. Já, þetta er svolítið skemmtilegt, skemmtilega pælingar. Já, mjög svo. En það er líka kannski svolítið í anda líka bara svona íþróttahugans, eða ekki? Jú, það er alltaf að reyna að bæta sig. Já. Ertu keppnismaður, svona eðlisfæri? Já, það neita því ekkert. Og hvernig kemur það svona inn í starfið? Já, maður náttúrulega sjálfur að alltaf að reyna stór spurning, sko. Nú þarf ég að hugsa, sko, hvernig kemur það inn í starfið. Maður er alltaf að reyna kannski er það þann hátt að ég er alltaf að reyna að mæla árangur, sko, ég legg mjög mikið upp úr því að skilgreina og mæla árangur, þannig að við séum viss það, ég og sá sem ég er að vinna með, að við séum að ná árangri. Ég hef til dæmis að kannski ég veit ekki hvort að það er óvanalegt eða hvað, ég er aldrei að selja tíma. Ég fer ekki þá leið og hef ekki farið þá leið í þessi 6 ár, þannig ég er rosalega upptekinn af þessu, bara hvaða virði hverju ætlum við að ná út úr þessu. Þess að við séum vissum að við séum að gera eitthvað til gagns, gera eitthvað sem skiptir máli. Ég þoli ekki að eyða tíma eða gera eitthvað sem ekki kemur okkur áfram. Það er gjörsamlega óþolandi. Og hvernig mælur þetta? Hvernig mælur
gerur þetta í upphafi áður en þú fer á stað? Já, á upphafi áður þá þurfum við Þá setur eitthvað markmið? Já, erum við að fara, það getur verið alveg sitt í hvora áttina, erum við að fara að reyna að hagræða, reyna að ná niður kostnaði, ná niður tíma sem að erum við eins og í lín, greina einhver ferli, reyna að stytta þau og gera þau skilvirkari og betri fyrir viðskiptavinn, hvað það er, eða hitt, reyna bara að efla, reyna að auka sölu, reyna að bæta eitthvað, reyna og þá þýðir að ég vil aukin útgjöld tímabundið eða eitthvað til þess að ná einhverjum ákveðnum árangri. Til lengri tíma. Já, þannig að það getur verið í báðar áttir, upp og niður. Já. En það er mjög mikilvægt að menn eins og kötturinn sagði við Lísu í Undralandi árið og veist ekki hvert þú ætlar að fara, það er alveg saman í hvað átt þú ferð. Maður verður að byrja á því að vita hvert maður ætlar að fara. Nákvæmlega. Og líka kannski einmitt fyrir þann sem er að kaupa þig þjónustuna, þú ert með eitthvað vermið á þessu, skilur við. Og það er náttúrulega auðveldra að borga fyrir eitthvað sem að þú veist hvert leiðið þig. Já, sem að báðir eru sammála það. Og þetta er mjög gott að nefnir þetta, því að það er mjög oft verið þannig að ég byrja eitthvað samtal eitthvað verkefni og svo í greiningarfasanum og komumst við að því, heyrðu, þetta hérna er að gefa okkur miklu meira, förum frekar í það. Sleppum þessu sem vorum að tala fyrst, þetta er eitthvað sem skiptir okkur þegar öllur á botnum hvort meira máli, förum í það. Báðir sammála. Það er galdurinn. Já. Og það er eins og bara í öllum svona samskiptum og samningum og öllu þessu. Þetta er svolítið svona báðir aðalega farið sáttir frá. Já, algjört lykilatriði. Hefur eitthvað tíman, hefur verið svona í ykkurum endurteknum viðskiptum í ykkur fyrirtæki? Já, einlega bara oftast hefur það verið þannig. Það myndast svona ákveðin viðskipta, svona traust á milli. Já, það er bara verið þannig og maður klárar eitt verkefni og tekur annað og við þurfum að fara dýpra í eitthvað eða gera eitthvað svoleiðis, þannig að sem betur fer. Og það er mjög skemmtilegt og reyndar nú er ég aðeins svolítið skemmtilegt að ég er komin í 6 ár í bransanum sem sjálfstæð starfandi í ráðgjöf að nú er svo skemmtilegt að stjórarnir sem ég var að vinna með þegar ég var að nýkomin á stað, þeir eru jáfnvel komin í nýja stjórnendastöður. Þannig að þeir komin á nýjan stað og nýjar áskoranir og þá kalla þeir aftur á mig, sem er mjög skemmtilegt. Ég heyri þetta mitt svolítið frá bara þeim ráðgjöfum sem ég hef talað við. Þeir fylgja svolítið kannski jafnvel ykkurum ákveðnum stjórnendum þar eru sterkustu hvað segir maður, samningarnir eða þetta er svona næra ákveðinu viðskipta vild. Jú, má segja það. Er það ekki? Jú, menn þekkjast og þekkja vinnubröðin eða eitthvað og vilja vinna aftur saman. Já. Sem er frábært. Það segir svolítið líka til hvað maður er að gera og hvort maður er á góðri leið. Er það ekki? Jú, ekki segja það. Já. En Dexo er nú oft með ykkur svona góða spurningar Ertu með ykkur svona hugmyndi, Dexo? Ég er með 2 spurningar. 2 spurningar, Ok, bara fyrsta spurningin, sem sagt, þú ert með þessa þjónustu til þess að hjálpa fólki að bæta sig og svona. Er þetta fyrir fólk sem er eingöngu að vinna fyrir eitthvað fyrirtæki, sem fyrirtæki borga fyrir þessa þjónustu, eða geta einstaklinga komið og bara, getur þú hjálpa mér ná betri árangri? Já, þetta er rísa spurning, Já, ég segi ég hjálpi fólki og fyrirtækjum, en það hefur eiginlega aðalega verið bara fyrirtækjum. Og það er, en kannski stjórnendum með einhverjum innan fyrirtækja, Þetta er, en ég hef reynt samt að því að ég hef svo mikinn áhuga á þessu og það er, hvernig maður getur bætt sig, þannig ég hef eitthvað verið að skrifa pistla tekið allan lotur í því og miðla þannig og fyrirlestra það ég miðla frekar þannig að ná til fleiri. Þannig ég hef ekki verið í neinni svona engaþjálfun, getum við sagt, svona þannig að komin til mín í persónulega engaþjálfun. En þú verður kannski bara fyrstur. En það má segja kannski að forstjórarnir séu framkvæmdastjórarnir í smá engaþjálfun. Já, hins vegar þá er ég, en ég helst er þetta þá kannski maður er að tengja þetta eitthvað saman. Maður er í stefnumótun og stjórnendaráðgjöf að hjálpa. Akkurat, það er svona, það gengur saman. Góð spurning. Dexo er alveg með þetta. Og það var spurningum 2. Hvernig getur maður séð að maður þarf
eða spurt sig eins og þú ert að fara inn í fyrirtæki og laga og betabæta Já. stjórnuna, hvernig getur séð að maður þarf á þenni þjónustu að halda eða funda það út hvernig tekur maður eftir því? Já, þessi er djúp sko, þessi er mjög djúp, en það er kannski, já, það er væntanlega ekkert eitt svar við þessu og sem að kemur kannski inn á það sem ég var að segja á þann að stundum fer maður að tala við stjórnandan og hann er með eitthvað í huga og svo leiðir af sér eitthvað annað, meiri segja. Þannig að viljinn til, eða kannski er það þetta, til langar eins og núna sem ég kom inn á þarna í upphafi. Það er svo mikið gerast varðandi upplýsingatækni og þó á sért sem sko, yfirstjórnandi með frábært stjórnandateymi þá er ekkert vist að hafa þau kannski verið að viðhalda ákveðnu stöðuleika, ákveðnu status quo. Þannig að oftar en ekki er þetta kannski það er viljinn til þess að breyta, fara í einhverjar umbreytingar þegar þú áttar eða því, heyrðu, það væri nú hressandi að fá einhvern tíma aðeins utanfrá til þess að hjálpa mér að hrista upp í hlutunum. Það myndi ég segja. Eru eitthvað svona spurningu sem maður getur spurt sem að maður sé stjórnandi og bara, Já. Hvað getur maður spurt sjálf að sig, ok, þarf ég á þess að halda eða, ertu með eitthvað þannig spurningar? Þetta er einhvern alveg frábær spurning hjá þér, sko. Því að þú kannski, það er bara, segjum að ég sé bara forstjóri, Já. gengur bara ágætlega, Já. En, Já, en þetta er nefnilega, þetta var mjög gott, þú munt klippa þetta til alveg örugglega, þannig ég bull og bladra hérna í kringum þetta. En það er líka bara skemmtilega við podcasti að má bara vera smá bull og bladra í kringum þetta. Viðskipti, business er bara á svo mikilli fljúandi ferð. Þannig að ef að þú sem stjórnandi ert að segja við þetta, einmitt sem þú varst að segja við þig, já það gengur nú bara ágætlega hjá okkur og þetta bara rúllar fínt, þá er það jável vísbending og bara endin segja í aðsíi, þú veist bara ekki hvað er langt vegna þess að það er mjög líklega, sérstaklega í tækniheiminum, þar sem allt er á fleygiferð, að einhverjir aðrir komi fram úr þér. Þú þarft stöðugt sem stjórnandi að vera að leita nýrra tækifæra að endurskipuleggja, menn það er svo hættulegt að setjast of djúpt niður í stólinn og bara segja við sjálfan sig þetta er svo voðalega gott hjá okkur, það kemur ekkert fyrir. Bara, þá ertu fljótt farin að fara aftur. Já, og náttúrulega viðskiptabækur eru fullar af þessum dæmum sem er að segja hérna eins og frægsagan IBM, hérna Big Blue sem að var svona dæmum fyrirtæki þar sem að menn sögðu bara og stjórnendur sögðu hérna það verður engin rekin fyrir að velja þá svo einhvern veginn kemur bara ný tækni og allt í einu hættu menn að velja þá og þá eða svo við tölum hérna var það ekki 2000 sem að Kodak sagði bara það gengur rosalega vel í okkar business það er sko ekkert að fara að klikka er það nokkuð? Bara þurrkað út. Já, nokkuð eins og með Blockbuster held ég. Já, bara Blockbuster, já. Ég held það er þeir sem Netflix byrja að koma inn þau voru að leigja vídeospólur. Já, akkurat, það er eitt dæmið þenn. Já, þeir náttúrulega bara sögðu, það gengur vel hjá okkur, við þurfum ekkert að bæta okkur. Svo kemur náttúrulega Netflix og þeir gerir ekki neitt í því og svo bara náttúrulega fara á business. Já, þetta er svo fljótt að gerast. Akkurat. Þannig að þetta er kannski alls konar líkil, þetta var mjög góð spurning sér. Ef það er ekki, bara klippir þetta til. Algjörlega, við þurfum ekki að klippa þetta er bara nákvæmlega eins og það að vera. Og þetta er nefnilega, sko, það er svo frábært að fá hans augu með okkur inn í þetta. Því að, maður svona sér hlutina nefnilega svo ólíkt, líka bara með því að hlusta á samtalið. Já. En hvernig sérðu núna framtíðina? Mér heyrist allavega með þetta, það mun aldrei vera vanþörf á ráðgjöfum. Nei. En hvað svona, hvernig sérðu núna svona fram svona næstu 2-3 árin kannski? Það er erfitt að horfa eitthvað mjög langt fram í tíman. Já, það er bara, ég ætti líklegast að svara því á sama hátt að breytingarnar eru örar, þannig ég þarf að vera stöðugt á varðbergi sjálfur
Ég er að og alltaf að skoða hvort að ég geti gert eitthvað betur sjálfur Já. og Það hlýtur að vera nefnilega mitt svolítið krefjandi mitt. já, Veist, í sjálfur sér og að halda sér alltaf, en það er kannski líka þetta að fara á milli fyrirtækja kannski. Já, en svo líka er bara ég mæli með því að fá sér ráðgjafa Já. já, og þjálfara þannig að mér finnst til dæmis mjög gaglegt ég vinur minn Örn Haraldsson Já. sem er einmitt líka Með okkur í hérna í Húbla að hann er minn ráðgjafi og við hittumst Já. á nokkura vikna fresti þar sem hann spyr mig mjög erfiðra spurninga og ég reyni að svara þeim og svo hlýður hann mér yfir aftur nokkurum vikum seinna. Já, ekki. Hann er náttúrulega líka vel að sér innan svona þessa teknigeira og Já. tekki náttúrulega Hann er mjög vel þar en það er bara hann er flinkur fyrir utan náttúrulega allt annað, veist, en það er auðvitað gott að hafa þetta saman. Já, en þetta er bara, hann er flinkur í að spyrja spurninga, þetta er og í þessu hvað getum við sagt að flinkur í þessu mannlega það er það, en ég þarf að þó að ég sé svo ég bara fari yfir af því þú spurði hvernig hefur þetta þróast með ferilinn, ég sjálfur er alveg að skoða mig og þróa sko er ég að taka að mér til dæmis því að kannski rétt að fara yfir það er rosalega mikil munur á því að vera verktaki og ráðgjafi Já. og það bara, þetta er svart og hvít sem að mjög margir rugla saman, jável. Lýstu þess aðeins fyrir mér. Já, vegna þess að sem ráðgjafi þá vil ég hjálpa öðrum að ná árangri, hjálpa öðrum að sjá hlutina frá öðru ljósi og koma sér á nýjan staði og íta við mönnum og breyta og bæta. Ég er ekki að koma inn og taka, ef ég er verktaki Já, þá ertu bara sérfræðingur sem kemur og tekur einhvern ákveðin hluta af. Já, ég tek eitthvað að mér, vinn í því, skila ég vel aftur tilbaka. Akkurat. Og sko verktaki og ég er í raunin að suman hátt að misjætt hvernig menn líta á það, en sko management for hire, sko lít ég á að einhverju leiti sem verktakar. Já. Fyrir það er, þú kemur bara inn til dæmis eins og þú ert sérfræðingur að láni, stjórnandi að láni, þetta eru þetta bara, þarna kemur bara inn, þú ert að fara að vinna vinnuna. Já. En aftur á móti ráðgjafi, hann er í raun að fara svona leiðbeina. Miklu frekar, svona eðli málsins, sko, eins og auðvitað ég áta það alveg stundum eins og ég hef verið að hjálpa fyrirtækjum til dæmis með úthýsingu og upplýsingatekni, velja partner og eitthvað þess áttar. Já. Og þá þarf ég stundum alveg að fara inn og greina og gera samanburð og eitthvað svoleiðis sko. Vera svona meira með fingurna í... Já, ég stundum með fingurna og svo er þetta alltaf þessi dans sko, og ég reyna alltaf að stoppa mig alveg, en ég þarf alltaf að spyrja mig sko, er minn tími, er ég að fjárfesta mínum tíma, er ég að setja minn tíma í það sem að ég gef öðrum mest og gefur mér mest. Akkurat. Það er sífelld spurning og hvernig, ég er að spyrja mig alltaf því, hvernig get ég lyft mér upp og unnið á verðmætari hátt. Já, að þú sért að færa líka, sko, þetta er náttúrulega líka alltaf að spurningum að þú sért að færa þessum fyrirtækjum eða stofnunum, veist, það sem þeim vantar. Já. Af því að þeir eru síðan kannski með sérfræðing á sínu snærum sem að geta unni vinnuna, veist. Já. Þetta er náttúrulega svolítið kannski það. Já, það er alveg mjög svo og ég hef þetta verið að þróa mig á einhvern hátt með það ég að vinna í ferlaumbótum eða stefnumótun eða hvar ég, eða eins og núna ég er í nýtekin við sem stjórnarformaður í einu sprota fyrirtæki og sem að ég lít á og ætla að notfæra mér það til þess að læra sjálfur og vonandi leggja eitthvað að mörkum, en ég tek það í rauninni að mér á svona ráðgjafa forsendum og Spennandi, hvað fyrirtæki það? Það heitir Computer Vision. Já, hvað eru þeir að gera? Flestir þekkja nafn Parka. Já. Parka appið, reyga það til dæmis og eru með sjálfsafgreiðslu líka á ferðamannastöðum og í bílastæðahúsum og viðar. Mjög spennandi
fyrirtæki og tjalda.is, Já. einhverju þeir eiga það líka. Það er svona sjálfsafgreiðsla. Þetta er umbreyting á tækni. Það er allt svona. Ég held að þetta sé bara að koma inn á all svið, Já, þú veist, það er það. að það verði sjálfvirkni. já. Klárt. Þetta munar svo rosalega miklu. Sko. Já, það gerir það. Gerir það og við þurfum að tryggja þessu aftur að manneskjurnar séu á réttum stað. Við þurfum þær sumstaðar en við Já, þurfum veist, ég held að verði bara ný störf til Já, í kringum þetta allt. það er klart. Það er bara þannig. Já. En Þetta er bara við spennandi. verðum að þróast líka með Já, þessu. ég held að það sé bara eitthvað sem að mun gerast og bara rétt eins og þessi sprota fyrirtæki öll verða til og fyrirtæki eins og Húbla sem að Já. ætla að fara að styðja við fólk sem að mögulega af því að störfi muni breytast, Klart. þú veist. Já. Þannig ég held að, þú veist, við erum öll einhvern veginn, ég held að við séum bara öll að fara eitthvað inn í framtíðina sem að við vitum ekkert hvernig það er og eins og þú segir 2-3 ár fram í tíman, það er ekki Já. hægt að segja Nei, í dag. það er bara mjög erfitt að segja það. Það er nefnilega svolítið áhugavert þannig að þegar maður horfir bara á 4-5 ár aftur í tíman sko. Já, Þú veist, það hefur alveg gríðarlega margt breyst á Já. þessum tíma. klárlega. Bara ótrúlega. Það er það. En ég held að við séum bara nokkuð góð. Þetta voru Já. ótrúlega gaman að spjalla við og bara Já. Og skemmtilega. við Já. ykkur, sko, klárlega. Bara þakka þér innilega fyrir, endum á þessu góðu nótum. Já, Ha, takk fyrir mig. já, sjáumst aftur. Sjáumst aftur síðar. Kæru hlustendur. Já. Já. Hoopla, hoopla, hoopla,